Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin korter yfir 9 og það er núna 2. mars og við erum hérna. Já, ég byrst afsökunum hvað við hefum seint í þetta, var aðeins að henda í programmet eins og maður kallar það, en nú er komin á línuna hann Ólafur Oddur Sigurðsson, formaður Glímusamband Íslands. Komdu bless á sællefningi. Já, sæll og blessaður. Og þakkaði kærlega fyrir biðina. Það var minnst að. Þú átt að náttúrulega vera löngu sofnaður, þú ert nýkomin eða ekki frá Frakklandi? Jó, það er víst. Já, hvað varst að þvælast þar? Heyrðu, ég var hérna með tvo keppendur á franska meistaramótinu í Bakkholt. Bakkholt er svona þjóðarfang líka sem að glímumenn að stunda. Það er svona okkar alþjóðlegu mót sem við erum að fara í. Já, og já, er ekki svolítið vaxandi áhugi á Bakkholtinu þarna út í heimi? Jó, það er hérna alltaf aukning. En við erum náttúrulega líka að keppa í þessu, það er Evrópumeistarmót annarkvort ári yfirleitt og svo hefur við verið að fara til Skotlands og Englands og keppa Hállandarleikum og stórmótum þar, þannig að við erum að taka þátt í öllu stærstu mótunum. Það er bara okkar afreksstefna. Já. Og já, hvaða Íslendingar fylgdu með þér hérna út? Það var voru 2 ungu efnilega, hann heitir Ásmundur, Halldór Ásmundsson, hann sigraði nú þungaviktuna og 8 flokkinuna, sem var bara glæsilega gert. Og svo var það hún Eva Dögg Jóhannsdóttir, þau kom að reynda bæði frá Reyðarfirði, og hún gerði sér lítið fyrir og sigraði kvennaflokkin og náði öðru sæti í opnaflokkinu, þannig að það er bara frábær árangur. Já, þannig að þau hafa komið væntanlega bara óvart í liðinni? Ég vissi svo sem að það mátti vænta í þessu staðum, en á svona móti það þarf bara alltaf gangu upp og þau eru með góðan þjálfara og það er margvaldur glímukongur Ingibergur Sigurðsson sem er landsliðsþjálfari hjá okkur og allt telur þetta saman. Þannig að við erum allavega okkar stefna er nokkuð föst í þessum efnum, svona þessi utanríkismálefni okkar og alþjóðlegu samskipti og við erum bara ánægðir að það er að ganga vel. Okay. Já, nú næstu helgi þá er lokamót meistaramótarinnar hjá ykkur og er þetta ekki alltaf 3 mót sem eru haldin þá hverju sinni? Jú, það eru 3 mót sem telja saman og helgina er 3. og síðasta mótið og það er svona nokkuð spenna í nokkur flokkum hverju landa tillinum. Og hver er mesta keppnin núna? Hvað er mesta keppnin? Það er spennandi keppni í kvennaflokkunum. Til dæmis þar eru stelpur að berjast tillana og Marín Laufey Davíðsdóttir, hún er að berjast í opnaflokknum og þyngri flokk kvenna og stendur best að því eins og staðan er akkurat núna. Og svo eru 2 ungar og efnilega skarpíðar stúlkur að berjast í mínus 65 kg flokki. Það er annars vegar Jana Linda Ellersdóttir í garpi og hins vegar Guðrún Inga Helgadóttir í vöggu. Þannig að þær eru jafnara stigum með maður rétt. Já. Þannig að það er bara allt undur helgina. Þannig að það má segja að það er úrslita glíma sem fer þarna fram? Það er bara svoleiðis. En hvernig er svona, með við svona hvernig staðan í dag að glímu íþróttin sjálf, hún er í stöðu vöxt núna þessa dagana, svona, þetta var náttúrulega fór í smá læði það ekki svona á sínum tíma? Jú, þetta er nú svona, þetta er svolítið svona eins og sjórinn, það er stundum er andan upp og stundum niður, þetta er ekkert rosalega mikla hreyfingar í þessu. Við höldum svona nokkuð okkar iðkenda fjölda og erum bara sátt við það, en það eru þetta bara erfið samkeppni að vera að keppa við kannski greinar sem eru mikið sýnilegar í fjölmiðlum og slíkt, þannig það sýnileikin er töluvert, það er svona erfitt að keppa við það, en við erum bara sátt við okkar og reynum að vera eins sýnilega eins og við getum. Og það er náttúrulega í því felt að ná árangri á alþjóðlegu mótum, bara eins og það er að gera helgina. Það vekur eftirtekt og við erum bara, sátt við okkar. Og svo er náttúrulega barist vera glímukongur Íslands og það er núna eða ekki í apríl? Jú, það verður 11. apríl á Reyðarfirði, Íslandsglíman og sama dag er Glímusamband Íslands að fagna 50 ára afmæli sínu. Já.
Þannig að það verður mikil veisla austur Reyðarfirði, þar sem að besta glímufólki mun etja kappi og svo gerum við okkur svona glaða stund á eftir og fögnum þessum tímamótum glímusambandsins. Það er alveg gríðarlega stór dagur, óvægt að segja það. Já, þannig að það er að gera fagna, ammali, þetta er náttúrulega þjóðaríþróttin okkar. Jú, þetta er þjóðaríþróttin og kannski afmæli sambandsins að það sé 50 ára, það kannski segir náttúrulega ekki alla söguna glímuna. Nei, sjálfsögðu ekki. En þetta var undir íþrótta, undir ISI svona fyrsta árin en svo voru nú sérsambandið stofnuð og hvert á fætur öðru og eins og segi, þá erum við að fagna okkar tímamótum. Og það er bara, við erum bara nokkuð brött í glímunni, þannig bara, ég er að segja eins og það er bara vöxtur í þessu og í fyrra fórum við með mjög stóran og skemmtilegan hóp af ungmennum til Skotlands og kepptum að Hollandarleikum og vorum í hæfingabúðum með Skotum og það er stefnan að gera það aftur í sumar, Vesturmannahelgina, og þá bætast að vísu við Frakkar og jafnvel Englendingar, þannig að það er að stækka búðirnar og þannig að það er nóg að gera og það er náttúrulega bara gaman að geta veitt þessum iðkendum tækifæri til að fara í ferðar og erlendis og spreyta sig á móti jafnöldrum sínum hvaðan að úr Evrópu. Já. Það er náttúrulega, maður segja, ef maður er Íslendingur, mér finnst að það er nauðsynlegt að maður kunni allan að svona fangbröðin í glímu eða svona, því að þegar maður fer erlendis þá hefur maður allan að sérstöðu á því að maður kann íslensku glímuna sem er ekki til erlendis. Já, það er enda sko, glíman er sérstök og við erum sko aðilar að það heitir keltneska fangfræðasambandið og glíman er ekki einungis íþrótt, heldur er hún menningar verðmæti, getur við sagt. Hún er stór hluti af sögunni, hún hefur fylgt okkur í gegnum aldirnar og það er kannski sérstætt að þróast á því að vera leikur og fangbröð í að verða svo íþróttagrein hér, viðurkennd íþróttagrein og við erum náttúrulega okkar samskipti við þjóðir sem eru með svipu fangbræðagreinar sem eru svona arfleif þjóðar þeirra. Þannig að þetta er ekki kannski svona þessar ólympísku greinar, heldur er þetta þjóðleg fangbröð og með sögu á bakvið sig og menningu. Það er mikil menning í þessu, þannig að glíman er ekki eingöngu íþrótt, heldur er maður alltaf að presentera meira að það er menningin líka í kringum þetta. Var það ekki svona tíma þá, voru við Íslendingar eða ekki að sýna glímu á Ólympíuleikum? Jú, við gerðum nokkra tilraunir til þess og sýndum meðal annars í London 1908 og svo í Stockholmi 1912. En það ber að hafa það í huga varðandi það tvett að á sama tíma var náttúrulega verið að stofna Ungmennafélag Íslands og svo Íþróttasamband Íslands og það voru glímumenn sem voru í forsvari þar, stofnuð þeirra. Okay. En við vorum að berjast fyrir sjálfstæði þjóðarinnar og þess vegna var okkur mjög í mun að sýna að við ættum okkar greinar líka, við áttum glímuna, við áttum bækurnar, handritin, söguna, þannig að tungumáli, þetta taldi allt saman og þetta voru einfallega bara eldhugar sem að fóru þarna Þannig að þeir voru langt á undan sinni samtíði sem að kalla það kannski? Já, ég finnst ég alveg að segja það. Og líka bara fullir eldmóði og stoltir að vera Íslendingar, þeir vildi vera undir íslenska fánanum og bara eins og ég segi, berjast fyrir sjálfstæðinu. Já. Og það er kannski það sem að fara á þeim komið að við séum svona stoltir Íslendingar þegar snertir íþróttin. Já, allavega er það ekki sjálfgefið að menn varðveiti svona greinar. Þetta er ekki hátt hlutfall sem er að stunda glímuna en það er þó svona nokkuð öruggur fjöldi og það var glímt alveg á Norðurlöndunum líka en þetta svona tapaði svolítið niður þar. Og þó að þeir séu nú örfáir Svíar að reyna að glíma núna þá er það náttúrulega ekki af sama mætti og Íslendingar en þeir eru þó að vilja halda þessi í þessu arfleif og það er vel. Já. Svona rétt í lokin, fyrir áhugasama að mæta hérna lokamót meistaramótarinnar, hvar og hvenær getur fólk mætt? Þetta er klukkan 12 á laugardaginn í Íþróttahúsi Kennaraháskólans í Reykjavík
og tekur svona 1,5-2 tíma. Já. Þannig að þetta bara kjörið tækifæri að skoða besta Gylfos landsins í hörkukeppni. Nákvæmlega. Og kvenna megin sérstaklega þar þær eru jafnar að stigum, sagður það ekki? Jú, þær eru jafnar Eva og Marín og eins þær jafnar Guðrún og Jana Lind, þannig að þetta bara mikið spennandi í loftinu. Bara eins og þetta á að vera. Nákvæmlega. Þetta ráðast bara á síðustu stundu. Er ekki alltaf ykkur efnilegir að koma upp hjá ykkur í glímunni? Jú. Sem eru svona stríða gömlu köllunum, eins og maður kallar það? Það nú svona, kannski maður hefur sérstaklega að sé það í kvennaflokknum núna að Jana Lind alltaf mjög efnileg, hún er einhvern 15 ára og er að stríða sér eldri og reyndari stelpum og ég veit að það sem eru eldstara, það er bíða spenntar eftir að fá að takast á við hann, en svo er bara fullt af öðrum stelpum líka og strákarnir eru mjög efnileg líka, það er kannski oft svona við ramma reypa draga að koma þar upp í fullorðinsflokkana, menn er að klíma tölvöld lengur enn þann dag eru svona kallarnir að klíma dálítið lengur heldur eitt konunnar og það er ekkert, það bara hleðist í reynslubankan hjá þeim og það er ekki auðvelt að koma upp úr úlíkaflokki og byrja að klíma í fullorðinsflokkana. Nei, það ertu komin í svona, það ertu komin úr kalvunum yfir í nautin. Það er bara svoleiðis. Það gerist bara í einu skrefi. Ólafur Oddur Sigurðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og okkur hlakka til að heyra aftur frá okkur á mánudaginn hvernig fór og hvað hefur komið óvart og fleira til. Já, bara ljómandi. Bestu þakkir. Takk. Best. Já, farið ekki langt hlustu góðir, við höldum okkur næst í blakið. Afturhelding urðu helgina deildameistarar í blaki kvenna og en bikarhelgin hún er núna framundan í blaki, þannig að það er nóg að vera svona hálfgjör Final Four helgi, enn Final Four helgin það er núna í blakinu næstkomandi helgi. Farið ekki langt hlustu góður, það á línunni verður formaður blakdeildar hjá Afturheldingu, hún Guðrún Kristín Einarsdóttir og svo hefur við eftir líka að heyra jafnvel í fleirum sem tengjast blakinu og í þætti kvöldsins verður hann Steini vinur minn Þorsteinn Hauksson, íþróttanemi hjá IKI, hann ætlar að vera með mér í settinu í kvöldi. Það er nóg að taka í sportinu, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Selfoss bíókynir stórmyndina Still Alice. Alice Howland er mikilsmetinn prófessor í málvísindum. Skyndilega er lífinu eins og hún þekkir það lokið. Julianne Moore fer með aðalhlutverki í